Í dæmi 22 erum við að fara að leggja saman almenn brot en leið þá sjáum við að það eru svigar hérna og það er deiling á milli þessara sviga. Og forgangsröðun okkar í svona er alltaf að klára svigana fyrst. Þannig að við skulum byrja alveg á því og við skulum bara byrja hérna á að finna samnefnara inn í þessum svigum. Í fyrsta sviganum er samnefnarinn 6, þannig að við skulum stækka þristin upp í það með því að margfalda með 2 og verðum þá að gera það sama uppi hérna líka. Í hinum sviganum er samnefnarinn líka 6, þannig að við þurfum að margfalda þristin með 2 og tvistin þá með það sama og margfalda þennan hérna með 3 og þá með 3 hérna uppi líka. Þannig við skulum þá athuga hvernig þetta lítur út eftir breytingu. Þannig að ég verð þá með 4 sjöttu pluss 5 sjöttu og ég er með 4 sjöttu pluss 3 sjöttu. Þannig að þetta er á réttri leið og nú skulum við klára það sem er inn í svigunum. Þegar við erum búin að því, þá getum við fellt á niður. Þannig að í þessum sviga hér kæmi út 9 sjöttu. Þá getum við fellt niður svigan. Í seinni sviganum þá myndum við fá 7 sjöttu. Ég ætla að færa mig hingað aðeins með þetta dæmi. Og næsta skref hjá okkur það er að breyta deilingunni í margföldun og leið snúa þá við brotinu sem kemur þar á eftir. Þannig að næsta skref myndi þá líta svona út. 9 sjöttu sinnum 6 sjöundu. Og höldum áfram. Nú sé ég að ég er með 6 uppi og niðri. Sem þýðir að ég má stroka hana svona út og þá stendur bara eftir 9 sjöundu. Þetta er líklega ekki lokasvar í bókinni, þannig að við skulum fullklára þetta. Og þá bara hugsa okkur hversu oft gengur 7 upp í 9. Einu sinni. Hvað er þá margir eftir upp í 9 þegar við komum upp í 7? Það eru 2 og nefnarinn heldur sér alltaf óbreyttur. Og þetta verður þá okkar lokasvar í þessu dæmi.